Komið þið sæl, við sjáum hér tunglmynd sem var tekin af landinu klukkan 2 í dag. Það var bjart og fallegt veður, svona víðast hvar, smá skýjahula yfir norðanverðu hálendinu og svona þokuloft á þeim slóðum, en annars var fallegt veður víðast hvar á landinu og nokkuð hægur vindur framan af. En við sjáum hér í skilin frá lægðinni sem gengur upp að landi í kvöld. Þetta eru leifarnar af fellibylnum Sam, en hann hefur nú mist allan kraft og er alls ekki fellibylur lengur, heldur bara svona venjuleg haustlægð sem kemur upp á landi hér í byrjun október. Við sjáum á yfirlitskortinu hvernig þessi lægð hefur nú svona dreift sér allt Atlantshafið. Við finnum aðeins fyrir sérstaklega vindi frá þessari lægð og hún gengur hér til suðvestur síðan og aftur tilbaka á Grænlandssund, en mesta úrkoman fer annars vegar til Noregs og Bretlandseyja og það er nú svona úrkoman með minna móti með við fellibyljarleifar á landinu frá þessu kerfi. En það fylgir þessu allnokkurt hvassviðri, gular viðvaranir vegna vinds taka gildi fyrst í nótt og svo á morgun á Suðurlandi og Suðausturlandi og einnig á miðhálendinu og síðan á Vestfjörðum síðdegis á morgun. Það má gera ráð fyrir að vindur á Suðurlandi verði þetta 18 til 23 metrar á sekundu og vindhviður geta farið yfir 35 metrar á sekundu. Það verður hvassast líklega undir Eyjafjöllum og í Öræfum eins og svo oft í austanátt og síðan verður einnig hvasst á miðhálendinu og þetta svona 15 til 23 metrar á sekundu líklega á Vestfjörðum annað kvöld. En við sjáum hér kort fyrir Suðvesturlandi í fyrramálið, gula viðvörunin á að mestu leyti bara við Suðurlandið og síðan miðhálendið. Það er ekki viðvörun vegna vinds á Faxaflóa, en það rignir örugglega dálítið duglega með þessu kerfi strax í fyrramálið og við sjáum að hitatölurnar eru alveg upp undir 7 gráður hérna við ströndina, en svalar auðvitað inn til landsins og til dæmis þá á Holtavörðuheiðinni. Á Vestfjörðum þá er nú svona lengra í að veðrið nái til norðvestur fjórðungsins, þannig að það er ekki alveg jafn hvasst þar í fyrramálið eins og víðast hvar annars þar á landinu, en þó þannig að vindur sé aðeins farin að sperra sig til fjalla, örugglega bjart og fallegt veður en þykknar svo smám saman upp þegar líða tekur á daginn. Á norðaustanverðu landinu er bjartinn til landsins en líklega einhver rigning eða allavega farið að verða nokkuð skýjað við ströndina. Það er ekki háar hitatölurnar á þessum slóðum vegna þess að hitaskilin eru ekki farin yfir fyrir en síðdegis og svo þegar við sjáum hér Suðausturlandið og einkum sunnanverða Austfirði að það sjáum að þar er farið að hvassa talsvert strax í fyrramálið og farið að rigna þó nokkuð. Úrkoman er bundin fyrst til að byrja með við suður og suðaustur ströndina en síðan fer að rigna líka á Austfjörðum og síðan svona fer úrkoman, má segja, yfir allt land. Það eru úrkomuskuggar sumstaðar á vestanverðu landinu í austanátt en þetta er útlitið klukkan 17 og síðan á föstudag þá verða skilin farin að mestuleyti hjá landi en það verður áfram einhver hvöss norðaustanátt og jafnvel skúraveður eða slitta á Vestfjörðum svona kannski fram yfir hádegi. En við sjáum að í kjölfarið á skilunum að þá verður hér svona suðaustanátt og skúraveður mjög víða á sunnan og vestanverðu landinu en það styttir upp og verður bara fínasta veður bæði á Norðurlandi þar sem að skriðurnar hafa fallið í kinn og útkinn og eins á Seyðisfirði. Þannig að þetta vatnsveður það gengur frekar hratt yfir meðan við oft áður. Á laugardaginn þá er heldur norðurlægari átt í kortunum. Það er lítilsháttar úrkomusvæði hérna við suðurströndina en líka fyrir norðan land en annars staðar ætti nú að vera þurrt og jafnvel bjart. Við sjáum áfram að hitatölurnar eru þokkalega háar og það kólnar síðan ekki fyrir á sunnudag. En það sem gengur hér lægð yfir á morgun, það eru gular viðvaranir í gildi á Suðurlandi og Vestfjörðum og verður líklega væta í öllum landslutum á einhverjum tímapunkti á morgun. Verið sæl.